Velkomin í upptöku 3 fyrir kafla 4. Í þessar upptöku þá höldum við áfram að fjalla um mælingar og breytileika, staðalfrávik og dreifni sem eru náskyld fyrirbæri. Kostir við staðalfrávik, þá umfram spönn og millifjórðunga spönn, eru meðal annars þeir að staðalfrávik byggir á öllum mælingum í dreifingu. Spönnin byggir eiginlega bara á tveimur, þau efsta og því neðsta. Og það er talinn kostur við mælingu á breytileika að mælingin taki tillit til allra mælinga, ekki bara tveggja eins og spönnin gerir. Annar kostur er sá að staðalfrávik lýsir svona dæmigerðu fráviki frá meðaltali, meðan spönnin gerir það ekki. Staðalfrávik gefa okkur þannig upplýsingar um venjulegt eða típist frávik frá meðaltalinu. Staðalfrávik hækkar ef breytileiki mælinga eykst. Þetta á ekki endilega við spönnina, því gætum verið með hæsta gildi 100 og lægsta gildi 0. Og við getum breytileikin innan þessa bils 0 upp í 100 aukist verulega, þá eykst staðalfrávikið en spönnin eykst ekki. Staðalfrávikið er líka hagnýtt í ýmsum skilningi. Þetta er eitt af aðaltækjum eða tólum tölfræðinnar. Sem dæmi þá getum við spurt okkur hvor stendur sér betur, Jón eða Halldór, ef að Jón fekk 8 í einkunn á einu prófi en Halldór fekk 340 stig í einkunn á öðru prófi sem á að mæla það sama og Jón var í. Þá spyrjum við okkur hvor stendur sér betur. Við getum skoða kannski hvort þessi báðir fyrir ofan eða neðan meðaltal, þá einhvers ákveðins hóp sem tekur bæði prófin. Og ef þeir eru báðir fyrir ofan eða báðir fyrir neðan meðaltal, þá getum við spurt, er þeir jafnmörgum einingum, einhverjum stöðluðum einingum fyrir ofan eða meðaltal hvors prófs? Og hérna þegar ég spyr hvernig einingum, þá er svarið staðalfrávik. Staðalfrávik er eins og nafnið gefur til kynna, það staðlar frávik frá meðaltali, þannig að við getum borið saman dreifingar með mismunandi stigum. Tökum dæmið úr kennslubókinni á blaðsíðu 96. Þar erum við með 5 mælingar. XI. Og til þess að hafa þetta auðvelt þá erum við tökum summuna sem er 150. Og við erum enga stund að taka meðaltali líka. X 150 deilt með 5 sem er 30. Að vita frávik frá meðaltali, þá er til nokkuð sem heitir frávik á ensku er deviation, og við getum reiknað það XI, hver mæling að frádregnu meðaltalinu, þá er þetta 10 deilt með meðaltalið þá erum við hér með 10 mínus meðaltalið 30, það er jafnt og mínus 20. 20 mínus meðaltalið 30 er jafnt og mínus 10. 30 mínus meðaltalið 30 er jafnt og 0, þannig að frávikið þetta víkur ekkert frá meðaltalinu. Sjáum það hér. 40 mínus 30 eru pluss 10 frá meðaltalinu, þannig að frávikið er 10. Og á sama hátt er 50 mínus 30 jafnt og 20.
ef við tökum summuna af öllum frávikunum xi mínus x meðaltal, þá hún jafnt og 0. Ég held að við höfum skoðað það. Þetta eitt af einkennum meðaltalsins, ef við tökum allt frá. Ef við tökum hverja eina mælingu frá, þá heildarsumman 0. Þannig að ef við erum með 3000 mælingar, eða jafnvel 3200, og reiknum frávikið á þennan hátt, þá verður það alltaf 0, sama hversu mikið frávikið er og hversu stórt það er. Það sem við þurfum að gera er að við þurfum að losna við, til þess að fá eina tölu, heildartölu fyrir frávikið, þá þurfum við að losna við mínusinn. Þannig að sko 10 er jafn mikið frá meðaltalinu og 50. Það er 20 einingum frá. En hér fáum við mínus 20, en hér pluss 20. Og þess að tvær tölur laða saman er það 0. Mínus 20, hérna er mínus 30, hérna er pluss 30 og þá er heildarsumman 0. Það eru til nokkra leiðir til þess að losna við 0-ið, og það sem tölfræðingar hafa komið sér saman að sé best, af ýmsum ástæðum sem við ætlum að geta fara nánar út í, er að setja frávikið í annað veldi. Þá erum við með xi mínus x meðaltal í öðru veldi. Af því þið munið að mínustala í öðru veldi er alltaf plús og plústala í öðru veldi er alltaf plústala í öðru veldi er alltaf plús líka. Mínus 20 í öðru veldi eru 400. Mínus 10 í öðru veldi eru 100. 0 í öðru veldi er alltaf 0. 10 í öðru veldi er 100. Og 20 í öðru veldi eru 400. Það sem sjáum að gerist hérna er að þetta frávik hér, 20, verður fjórfalt stærra heldur en fráviki 10 þegar við erum búin að setja hérna veldi. Það er eðli veldisins. Við losnum við mínusinn og þau gildi sem eru langt frá, þau vega meira, hlutfallslega meira heldur en þau sem eru nálægt. Summan af x mínus x meðaltal í öðru. Sko, við raun og veru þá tökum við frávikið sérna í annað veldi og leggjum það svo saman. Þannig að við getum, til þess að hjálpa okkur að skilja þetta, sett svona svega yfir. Og summan þar er 1000. Komin í vandræði með plás, þannig að ég skrifa hérna fyrir neðan. Við erum ekki alveg komin með staðalfrávikið, en við erum farin að nálgast það. Þetta er leið til þess að reikna fá staðalfrávikið. Ég var að sýna ykkur hvaða hugmyndir eru á bak við staðalfrávikinu. Kíkjum á þessa formúluna fyrir staðalfráviki. Staðalfrávik er kvadratrótin. Staðalfrávikið er oft táknað með s-i. xi mínus x meðaltal í öðru veldi. Það sem við gerum svo áður en tökum kvadratrótin, við deilum með heildarfjölda mælinga. Þetta er formúla fyrir staðalfrávik og sjáum hana á blaðsíðu 97 og hún á líka að vera fremst í bókinni í opnunni, fyrstu opnu. Við erum komin með stóran hluta af útreikningunum og staðalfráviki. Við erum komin með þetta hér, við erum komin með summuna af frávikinu í öðru veldi, sem er þessi hérna liður. Við deilum með heildarfjöldanum til þess að staðla raun og veru, til þess að fá svona meðal eða dæmigert frávik frá meðaltali. Þá deilum við með fjölda. Þannig að við erum að tala í þessu tilfelli staðalfráviki fyrir þessar hérna 5 mælingar
eru þá 1000, þessi hluti hér, reiknuðu við hérna, deilt með, við erum með 5 mælingar og við tökum kvadratrótina af hérna 1, 2, 3, 4, 5, n er jafnt á 5 og við tökum kvadratrótina af þessu. Þannig að staðalfrávikið í þessum mælingum hérna eru 14,14. Formúlan er nokkuð lýsandi, það er ekkert mikið af nýjum hugtökum í þessu. Jú, S er hérna stafurinn fyrir staðalfrávik. Kvadratrótina þekkjum við þekkjum summumerkið. Við þurfum að passa okkur að við tökum frávikið frá meðaltali og setjum það í annaðveldi áður en við leggjum saman. Þannig að við tökum hérna frávikið hér, setjum það í annaðveldi og leggjum svo saman hérna niður. N er fjöldi mælinga og þegar við erum komið með alla þessar tölur þá skellum við inn í formúluna til þess að vita hvernig við erum að reikna þetta og svo bara er að gera að kunna á reiknivélina til þess að geta fengið rétt svar. Varians eða dreifni, það er til margar mismunandi þýðingar á hugtakinu varians. Við notum dreifni, það sést víða dreifitala. Í orðaskrá úr uppeldis- og sálarfræði þá finn ég þýðinguna fyrir varians tvíveldis frávik. Frávik í öðru veldi, tvíveldi. Það eru, við getum skrá var fyrir varians er jafnt og S í öðru. Og það er oft sem við sjáum bara S í öðru fyrir varians. Ef að við sjáum þetta er sama S og hérna, þannig að það er í raun og veru, við getum tekið þetta hérna og sett þetta í annað veldi og algebru. Ef við erum með A í öðru veldi og tökum kvadratrótina af því, þá fáum við A. Ef við erum með kvadratrótina af A og setjum þetta í annað veldi, þá fáum við A. Og sama ef þetta væri í B eða C eða hvað annað sem við setjum í annað veldi og tökum kvadratrótina af, þá fáum við aftur það sama. Kvadratrót og annað veldi eru andhverfar aðgerðir, svipað að deila með tveimur og margfalda með tveimur, þetta eru andhverfar aðgerðir. Þá er kvadratrót tekur tilbaka annað veldi. Skoðum þá aftur formúluna fyrir staðarfrávik sem er kvadratrótin af summunni x meðaltal í öðru deilt með n fræðaskára. Allt þetta hérna er innan kvadratrótarinnar. Ef við skoðum þá s í öðru eða variansinn eða dreifnin, hún hlýtur þá að vera það sem við vorum að skrifa áðan, summan af xi mínus x öðru veldi deilt með n og þetta allt í öðru veldi. Og sama háttu við sáum hérna með a eða áðan,
eða B eða C eða hvað við viljum hafa þetta, þá er, ef við köllum þetta hérna A í smá tíma, þá fáum við að S í öðru veldi er jafnt og þetta A hér. Eða kannski öll heldur frekar þetta A hér, en það skiptir ekki öll máli. Þannig að S í öðru veldi, fyrirgefiði, dreifnin, er jafnt og summan af X í mínus meðaltalið af X í öðru veldi deilt með N. Þannig að ef við komum aðeins aftur að spurningunni hérna, ef ég segi ykkur að Jón fekk 8 í einhverju einu prófi og hann var einu staðalfráviki fyrir ofan meðaltal og Halldór fekk 340 stig á öðru prófi og hann var 1,5 staðalfráviki fyrir ofan meðaltal. Hvor þeirra stóð sér betur? Jú, þá hljótum við að vita að Halldór stóð sér betur miðað við meðaltal og dreifinguna eins og hann er mælt með staðalfráviki á þessum tveim prófum. Þannig að sjáum við strax orðið hagnýtingu fyrir staðalfrávikið. Við komum til með að læra í næsta kafla þriðja mest notaða hjálpartæki eða tól tölfræðinnar, normálkurvuna. Ég held að margir á þeirri skoðun að meðaltalið, staðalfráviki og normálkurvan eru 3 mest notuðu tól eða tæki líkan tölfræðinnar. Og ég hvet ykkur til þess að reikna sem flest af þeim dæmum sem er aftast í hverjum kafla og lesið endilega kaflan þegar er verið að computing the standard deviation from grouped data ég fjallaði aðeins það vegið meðaltali, þegar við vorum að fjalla meðaltali. Við ætlum ekki að reikna staðalfrávik eða varians dreifni fyrir group data. Lesið endilega kaflan Interpreting the Standard Deviation á blaðsíðu 101 og reikniði dæmin aftast og svo förum við í þetta í tíma.